Ég ætla að sýna hvernig við gerum gólffitalagnir í sumarhús. Við vorum áður búin að teikna neysluvatn og frárennsli. Við byrjum með að tauka hérna grunnmyndina. Setjum hann hérna yfir í sinn stað. Hérna vorum við kistuna, þannig að við ætlum að setja nýja tengikistu bara hérna á bakvið. Náum þá í tengi, eða tákni hérna fyrir tengigrindina, fyrir kistuna, og smellum henni bara svona, tekur svo rotate og rotateum henni. Við ætlum að minnka hana, drögu hérna í bláa punktinn, minnka hana bara um helming. Þú ætlum að mjólka hana, þú ætlum að hafa hana ljómaða. Það er upp með þetta properties. Það er hérna global width með 100. Þannig að mjólkar hún. Og kistan komur á sér stað. Síðan ætlum við að búa til gólfvitaslaufunar og þær koma alltaf inn í, það er sem sagt einn fyrir hvert rými. Hérna væri þá sem sagt 2 á lágmarki. Sumir myndi setja 3, eina hérna og eina hérna meðfram hérna útvegnum. Svo er það hér. Við skulum bara láta 2 duga núna. Við erum með layer hérna sem heitir P heitir fram, við notum hann. Og svo notum við pollen. Og við ætlum að byrja hérna 100 mm frá útvegjum og takið línuna bara svona til að byrja með. Tökum 100 mm hérna. Svona. Hendum við hérna. Tökum bara hérna á veggnum. Tökum svo 100 tilbaka. Og svona. Þetta er slaufan inn og við offsetum henni 200 til að fá bilið. Svona. Það má líka, ég er búið að nota filletið, ég nota filletið til þess að búa til rúninginn á slaufuna og við stillum radíusin hérna á 100 og hugsaum þetta svona, við erum að fara inn hérna ekki, skólinu, íta space til að kveikja aftur, space til að kveikja aftur, fylla þetta hérna og þessi síðasti er að fara inn á næstu slaufu. Svona. Svona, og skulum við nota offset. Offset er aftur á 200, flott. Og keyrum þetta svona inn. Svona. Og svo skulum við offseta eitthvað strax tilbaka. Þess að kalda vatnið fer hérna í P hita. Back. Ég fer í offset og ég fer hérna í layer hérna niður í. Layer er hérna mikið og þegar við ætlum að stilla á current. Svona, það sé bara því. Og þetta er til þess að ég mun offseta línuna núna og ég fæ þá strax hita bak layerinn. Ég stilli offsets fjarlægðina á 100 og svo einfallega smelli ég svona hringinn og þá erum við búin að fá bakrásana í gólffitakerfinu. Ok, hún kom hérna úti. Allt í lagi. Sjá, kom hérna einu auka, hún að fara. Það ættum við að geta notað filletið. Radius. Varum radius 100 á þessu, já. Og
við ættum að geta unnið okkur inn núna eða ekki. Tökum eitthvað svona. Það sem ég að gera, ég að taka hitan, hitalögnina. Hún ætti að koma núna í heila hring hérna og vinna alltaf vinnar. Það sem hún ætti að gera. Svona, og þokkulega hann spenntur hérna með endan á þessu. Við erum með hita bak hérna og við skulum taka hérna hring hérna sem heitir tutti point. Og til að koma tilbaka, þá smellum við bara hérna á milli. Svona. Ég nota svo trimmið og við einu svona enter. Svona. Og þá getur trimmað til línuna hérna að. Svona. Og þá erum við búin að tengja eitthvað tilbaka hérna. Þá getur farið billetið. Og við vinnum okkur tilbaka það því sem kaldi að koma hérna inn. Og hann fer svona fram með ekki. Svo bara hringinn. Og svona vinnum við okkur saman hérna. Ég get alltaf að speysa á milli til að kveikja á filletinu. Þessi og svona. Þessi. Hann færi þá hérna. Fyrir dutt og hann færi ekki svona langt hérna. Heldur myndi hérna lagnir hérna fyrir utan það sem á leiðinni í kistuna og við þurfum að gera pláss fyrir eina slaufu sem að koma hingað ég gera þetta svona, við tek 100 hérna svona já, þessi fyrst ætti að vera hiti fram næsta fyrir neðan, ef við tökum 100 hérna, þá eigum við slaufuna sem fyrir þetta herbyggi. Við þurfum svo að eiga hérna það sem fer inn í þetta hérna herbyggi. Svo við fer hérna í fillet, smelli hér og hér og þessi síðasti sem að koma hérna, þessi kaldi, kemur svona einhvern veginn. Og þá getum við haldið áfram að fylla þetta saman. Já, hérna verður búin að offsetta, búin að búa til. Þegar við offsetta áðan þá fengum við eitthvað smá hot hérna, við bara eyða þeim út hérna, við erum stór hjá okkur. Þannig að, hvað fór ekki á mér? Delete. Og tökum bara línu hérna. Þannig að gera hana svona til þess að fá hann í miðina. Hvað vantar? Hérna já, ég ágætt að nota bara hringi hérna. Tökum bara smá bút hérna út úr. Svona. Eyðum sem hornum. Svona, þá get ég fyllið það mig áfram. Svona. Svona. Svona vinn ég mig áfram. Þið þurfum líka að fylla þetta náttúrulega öll hin hornin sem hérna. Svona. Þið þurfum að smella, íta á space á milli. Og nú ég búinn, þá ætti þetta að líta einhvern veginn. Svo, reyna að gera með búsina svona einhvern veginn. Fyrsta slaufa. Sjá, hérna ég búinn að teikna upp líka inn á baðherberginu, svona smá tillögu. Þetta sett mér bara á pásu hérna rétt á meðan, þá getur skoða hvernig myndir þetta út. Svo ég einnig búinn að búa til grillinu hérna, hérna 100 mm á milli. Þess að tengja slönguna hérna inn á og ég tók líka hérna frá tengikittin okkar. Hérna hafa þetta þéttara, 50 mm, þetta kemst þetta ekki inn öðruvísi. Og svo einfallega held ég bara áfram með billetið.
og sjá hérna, nú koma kortin í ljós að ég smelli hérna á þessa hérna og þessa. Svo. Og breytist hún að vera legir framrás í legi bakrás, sem flott. Og ég enda svo hérna. Passa ykkur að smella fyrst á þá sem er ráðandi, skiljið. Ég ætla að smella hérna á framrásina og smelli svo á þessa aukalínu. Svona. Og þá erum við að koma þessu hérna inn. Þessar hérna eru síðan næst hérna. Þetta eru síðustu slaufurnar hinum megin. Það þarf að passa sig á það að vinna sig út. Þannig að fyrst þessar slaufurnar sem er hérna næst, það er komið hérna utan á og þessar hérna, og svo þá er pláss hérna fyrir það sem fer inn í þetta herbyggi og eins hérna megin, og síðan mun ég nota restina til þess að ég þarf kannski auka slaufur hérna í ganginn, og svo þarf ég að taka hérna í eldhúsið og stofuna. Smelli fyrst á bakrásina. Íta space eitthvað ekki aftur á sig. Smelli hérna á síðustu línu. Svona getum við nú okkur áfram. Þið reynum svo að finna á sjálf í stofunni og eldhúsunni og hvernig við tökum ganginn. Og það er ákveðin fyrirmynd líka af verkefninu inn á innu. Og þar getið þið kannski skoða svona átta ykkur á hvernig væri þetta best að taka restina. Segðu þetta gott í bíli. Gangi vel.